Já, komið í sæl. Við ákváðum það hérna í aðgerðastjórninni að bjóða upp á Vestmanningum upp á það að senda inn spurningar sem að við myndum reyna að svara eftir bestu getu og til þess að hafa þetta hérna svona einfalt og þægilegt þá var ákveðið að fá tæknimann og tölvumann Vestmannaeyjabæjar til að aðstoða okkur við það. Þannig að Hallgrímur hérna á bak við tjöldin að aðstoða okkur og hérna við vonum að þetta verði bara komið skýrt til skila. En það búið að senda inn spurningar, núna síðastliðinn sólarhring og fólk hefur getað valið þær spurningar sem að því finnst áhugaverðastar og við ætlum að svara öllum spurningunum, þær eru 30 talsins, þannig að vonandi hafið þið bara gagn af þessu. Þá bara byrjum við á fyrstu spurningunni. Og það er spurning sem að hefur fengið mest atkvæði þá í þessari kynningu og það er varðandi Herjólf og hvort það standi til að loka fyrir farþegaflutninga með Herjólfi. Og þá er svarið okkar það að það stendur ekki til og þetta hefur verið talsvert rætt og víða land varðandi samgöngubann en það hefur ekki verið sett og stendur ekki til að setja á samgöngubann í Vestmanni. Herjólfur okkur gríðarlega mikilvægur, við þurfum að fá öll aðföng með Herjólfi, allir matvara og allt sem kemur hingað og fyrir utan það allt sem fer héðan þarf að fara með skipinu. Þannig að við munum láta þess Herjólf sigla bara náttúrulega alltaf en það verður náttúrulega háð því að menn verði ekki fárveikir sem að stjórna skipinu og slíkt en það er reynt að koma í veg fyrir þá. Menn hafa verið mjög duglegir að gæta öllum fjarlægðarmörkum og takmarka samnyti og slíkt borð og reyna að tryggja það og reyna að forðast veikindi eftir bestu getu. Þannig að nei, það stendur ekki til að hætta að sigla með farþega milli lands og eyja. Já, ætla Hjörtur að taka næstu spurningu. Já, það er spurt hvort að megi búast við útgöngubanni í Vestmanni þar sem að smit og íbúa í Vestmanni séu 2,5 fleiri heldur en Lombardi hér á Ítalíu. Og þannig að það er kannski erfitt að tengja þetta svona þráðbeint saman vegna þess að í Lombardi hér er mikil veikindi og sennilega er verið að greina töluvert minni hluta raunverulega smita þar heldur en er raunin hér á Íslandi og líka hér í Vestmannaeyjum þar sem við verið nokkuð virk við að taka sýni vegna þess að það verið talsvert af tilfellum en ég held ekki að við séum að fara að horfa fram á útgöngubann þó við séum komið þennan fjölda smita í sjálfu sér. Þannig að ég get svo sem ekki svara fyrir hvað verður gert á næstu viku. Það fer náttúrulega eftir hvernig hlutinni þróast. Og Hjörtur ætla líka að taka næstu spurningu. Já, það er spurt hvort að spítalinn í Vestmannaeyjum sé undir það búin að leggja inn sjúklinga sem eru sýktir eða verði allir sem þurfi innlögn sendir á Landspítala. Og í áætlunum er gert ráð fyrir allir sjúklingar sem að þurfa innlagnar við sem eru með COVID-19 sýkingu. Það er gert ráð fyrir að þeir leggist inn á Landspítala. Það er gert ráð fyrir að aðri spítalar hjálpi til við að taka þá við öðrum sjúklingum í staðinn. Og enga síður þá erum við búin að gera klára aðstöðu hér til að taka á móti sjúklingum ef til þess að koma. Til dæmis ef ekki hægt að flytja sjúklinginn strax með sjúkraflugi og þess háttar. Þannig að já, við erum búin að gera klárt hér fyrir rými fyrir móttöku og sjúklingum sem er þá aðskilin frá legudeildinni. Ok, ég ætla að taka næstu spurningu. Hefur verið haft samband við Kára, það var átt við Kára Stefánsson. Ef hann fær áttu pinna að koma hingað og skima fyrir samfélagslegu smiti, tæki hann líklega 2-3 daga. Þetta er spurningin. Já, ég hef verið í sambandi við Kára. Við vonum að það skili einhverjum árangri, en eins og fram kemur í spurningunni þá er hann að glíma við það sama og allir aðrir, að það eru vandræði með sýnatökupinnana. Þannig þetta á bara eftir að skýrast. Og þá er það Páley sem ætlar að taka næstu spurningu. Já, það er spurt útgöngubann, hvort það sé komin tími til þess. Við teljum það ekki vera. Við teljum einfaldlega að þessar aðgerðir sem við höfum farið í núna með samkomabann upp á 10 manns og þessar aðgerðir sem við höfum farið í varðandi að herða á sóttkvíni og einangrun og slíkt, að þær eiga vonandi að duga okkur.
En við útilokum auðvitað ekki hvað verður í framtíðinu, við vitum náttúrulega ekki hvað alveg í vændum og það veit það náttúrulega enginn. En að svo stöddu nei, þá teljum við ekki komin tími á útgöngubann og þá vil ég nefna að Vestmanningar hafa verið mjög duglegir í það bara að fara eftir þessum leiðbeiningum og það hefur verið biðlað til þeirra að halda sig sem mest heima og menn eru bara að fara eftir því og það hjálpar. Næstu spurningu ætla ég líka að svara, það er varðandi frystihúsin. Vegna þess að nándarreglu 2 metrana, það er náttúrulega svo að þetta samkomubann 10 og færri í hóp, það gildir auðvitað líka frystihúsin og menn hafa verið að skipta upp sölunum hjá sér og það gengur, ég þekki það gengur ekki alltaf að tryggja þessa 2 metra en menn hafa líka verið að gera aðrar ráðstafanir, nota andlitsgrímur og fleira en aðalmálið þarna er að reyna að tryggja þetta eftir bestu getu, það eru auðvitað sumstaðar það einfaldlega ekki hægt og þá verðum við bara að reyna að tryggja það að það séu sem fæstir sem umgangast hvern annan. Þannig að ef það kemur upp smit, þá er það lítill hópur sem er útsettur og á þá von á því að smitast. Við erum líka að reyna að tryggja það og fyrst og fremst það með þessu samkomubanni upp á 10 manns. Ég ætla að taka næstu spurningu, hún snýr að grunnskólanum. Hvort það sé inn í myndinni að loka þeim og vera með heimakennslu líkt og í FÍV. En við náttúrulega tókum ákvörðun þetta í gær og þetta tók gildi í dag að við fluttum kennsluna í grunnskólanum á fjarkennsluform. Þar sem við gátum ekki manna skólan eftir því skipulagi sem við erum að vinna eftir vegna þess að við erum með mjög mikið af starfsmönnum grunnskólans í sóttkví. En nemendur eiga sjálfsögðu að vera í skólanum og stunda námið sitt á hverjum degi og reyna að halda sinni rútínu. En þetta er auðvitað í endurskoðun eins og allt annað sem tengist þessu stóra verkefni sem að færa okkur þessar nýju áskoranir á hverjum degi og starfsfólk skólana að standa sig gríðarlega vel en hraðinn á öllum ákvörðunum sem þarf að taka í kringum þetta svolítið mikill og þetta auðvitað kannski eftir að slípast til. Nemendur, kennarar og foreldrar þurfa tíma til að tileinka sér þessa breytingu en einkunnarorðin okkar þessa dagana auðvitað umburðarlyndi og þolinmæði. Gagnvart því að þurfa að taka að okkur ný verkefni og breytt verkefni á hverjum degi. Það Hjörtur sem ætlar að taka næstu spurningu. Já, það varðandi talsvert af starfsmönnum á heilsugæslunni sem eru komnir í einangrun eða sóttkví og þá spurt hvað verður gert til þess kemur allir veikjast. Ég skulle vona að koma ekki til þess að allavega að hafa læknarnir eru ennþá uppi standandi en það talsvert dottið út af hjúkrunarfræðingum og sjúkraliðum. En svo eru menn að koma aftur inn úr sóttkví og við erum með plönum að fá aðstoð þá á landið til testar. Við erum raun og veru að vinna í því og ég held að það er mitt verið að séu á leiðinni núna með Herjólfi ef það eru ekki þegar komnir 2 hjúkrunarfræðingar og sjúkralið. Þannig að við reynum bara að leysa málin. Við erum í ástandi þar sem hlutirnir breytast hratt og það er komið ný staða upp á morgun eða það sem er í dag og við verðum bara að halda áfram að halda hlutunum gangandi. Við gerum það bara á þann sem hátt sem mögulegt og ég reikna með að við höldum áfram að sinna þjónustu með einhverjum hætti og stefnum alveg átrauð í þá átt. Páli, það að taka næstu. Já, það er spurt varðandi raðir í matvöruverslanir og hvort það til greina hafi komið að setja upp götuskiptingu eða eitthvað slíkt. Sko varðandi verslanirnar þá reynum við að hafa það þannig að fólk það verði svona eðlilegt rennsli í gegnum verslanirnar. Ef fólk kemur og að fara að versla og gera ekkert annað og ekki að fara að spjalla eða slíkt að þá á þetta nú að ganga vel. En þá hefur þetta ekki verið vandamál. Mér hefur þetta verið bent á það að núna þegar svona margir í sóttkví þá fólki að borða miklu meira heimi á sér. Þannig að fólk þarf að fara oftar í búðina og það alveg hárrétt. En engu að síður að þá erum við að reyna að skipta verslunum svona með við rými. Þetta eru verslanir sem eru á miklu rými að þá ekki verið að skipta þeim upp eins og eitt rými þannig að það megi bara vera 10 í einu inn í verslunni. Það litið á hvert gang sem rými, hvert kælirými sem eitt rými og slíkt þannig að það búðirnar taka nú, matvöruverslanirnar okkar taka nú fleiri en 10 manns og talsvert fleiri en það. Þannig að
ef þetta verður vandamál þá gæti þurft að skoða það en ennþá hefur það ekki verið. Og það búið að vera að biðla til fólks að það fari bara einn frá hverju heimili í verslunina einmitt til þess að einfalda þetta líka. Og við fylgjumst bara vel með hvernig þetta gengur. Og ef þetta gengur ekki vel þá bara viljum við og við verðum látið vita. Páli, þú ert líka með næstu, með skipin? Já, þessi spurning hefur verið komið upp. Sko. Það skiptir okkur auðvitað verulegu máli hérna í Vestmannaeyjum að hjól atvinnulífsins fái að snúast áfram. Og það mjög mikilvægt að við reynum að halda uppi þeirri starfsemi sem þarf að vera. Út á sjó, borð í bát, auðvitað vonlaust að halda þessari 2 metra fjarlægð og það jafnvel fleiri en 10 manneskjur líka þar borð. Þessi takmörkun á fjölda gildir ekki þar. Hún getur einfaldlega ekki giltar. Og þannig í rauninni bara meiri hagsmuni fyrir minni og þá má líka benda það að þeir sem eru á sjó og ein áhöfn til dæmis, það nú lítið flakk á fólki þegar nema að sé að koma í land þá. Á meðan þú ert á sjó þá ertu náttúrulega bara með ákveðnum einstaklingum og þannig sé minni líkur á smiti heldur en fólk sem fer heim alltaf eftir vinnudaginn. Ég ætla að taka næstu spurningu, hvort við höfum leitað til verslana og óskað eftir þjónustu og heimkeyrslu á helstu nauðsynjavörum. Og það höfum við gert, þetta hefur verið rætt í aðgerðastjórninni og svo búið að vinna áfram með það hún Sólrún Gunnarsdóttir sem deildarstjóri öldrunarmála hjá Vestmannaeyjabæ og hún Geir-Jón Þórisson sem formaður Rauða krossins. Þau hafa unnið svona áætlun sem það hvernig væri hægt að gera þessa hluti og Björgunarfélagið ætlar að koma að því verkefni með þeim. Og þetta verður auglýst núna í vikunni, símanúmer og svona svolítið hvernig fyrirkomulagið á þessu verður. En við erum að huga að þessu að því við viljum auðvitað að þó að fólk sé hresst og hafi getað farið í búðina og það, en við viljum helst að þeir sem eru þeir eldri, að þeir séu heima og við veitum þeim þessa þjónustu. Og ég ætla að taka líka, það spurning hérna, já, ok, þennan sprit. Ekki Hjörtur, þú ert með þessa? Já, ok. En varðandi sóttkvína, við tökum það bara með endilega að fá vini og ættingja, bara reyndar þá sem eru ekki í sóttkví til þess að versla í matinn og ná í lyf. Ef þið getið ekki fengið það, þá verður þetta til staðar sem við erum að tala um. Já, svo spurt hérna hvort það sé hægt að taka sýni eftir að einkennum lokið til að staðfesta hvort að COVID-sýkingu hafi verið ræða. Sem sagt, ef að sýni hefur þá ekki verið tekið upphaflega. Og hvað var þessa frægu pinna sem allir eru að bíða eftir að þá sem sagt, að taka svoleiðis sýni eftir að sem sagt, einkenni sýkingar í genginu garð. Slík rannsókn óáreiðanleg en hins vegar verður væntanlega hægt að taka blóðprufu seinna meir þegar til þess að staðfesta hvort séu mótefni. En það ekki hægt með þessu pröfu með pinnum sem tekið nú nefkokið að hálsi. Þá spurt óbeina snertinga frá aðila sem smitaður. Af hverju þarf hinn aðilinn ekki að fara í sóttkví? Ég skil þessa spurningu sem svo og það sé verið að spyrja sem sagt einhverja hluti eða hurðahúna eða eitthvað slíkt sem að smitaður snertir, að það kemur ykkur annar eftir honum og snertir það, af hverju þarf hann ekki að fara í sóttkví. Það náttúrulega það þarf einhvers vegar að draga línuna og það mjög erfitt að vita hvað smitaður einstaklingur hefur snert. Smitaður einstaklingur að smita frá því sólarhring áður frá því hann fær einkenni og þar af leiðandi reynt að skoða þann dag, það að segja sólarhring áður en að viðkomandi fær einkenni, hverja var hann að umgangast, var hann nálægt mikið af fólki og nákvæmlega nálægt hverjum. Fyrsta kríterían var að hann hefði þurft að vera innan við 2 metra í 15 mínútur eða meira eða þá það væri einhver bein snerting, faðmlag eða handaband eða eitthvað slíkt. En þetta auðvitað erfitt að meta og við höfum vissulega við staðfest smitt í bænum til dæmis, þar sem í Reykjavík þar sem að ræða að fólk hefur skilið eftir smitt á hurðarhúni og aðili kemur og smittast í kjölfar á því. En það mjög erfitt að elta uppi alla sem snerta sömu hlut og einhver sem byrjaður að smitta. En vissulega höfum við reynt það, við höfum verið að rekja leikfimistíma og alls konar líkamsræktartíma hjá fólki
og það nánast undantekningarlaust að það eru allir útsettir í þeim tímum bara vegna þess sem þar fer fram. Þar fólk á sömu tækjunum og snertir sömu lóðin og slíkt. Hjörtur, þú ætlar að taka næstu spurningu? Já, það spurt hvort það ætti ekki að stöðva dreifingu hluta manna á milli sem geta borið veiruna eins og peninga og bóka sem ógerlegt að sótthreinsa hverja blaðsíðu. Og það náttúrulega þannig að við getum náttúrulega ekki haldið áfram samfélaginu nema að það berist hlutir manna á milli. Og hvað varðar pappíra þá lifir veiran nú ekki lengi á pappír alla hérna, að því talið En þarna gildir raun og veru þetta sem hefur búið að vera að predika í marga vikur á hvetja fólk að gera og sem bara mjög mikilvægt í dreifingu þessu veiru. Það að fólk gæti að sínum persónlegu sóttvörnum, má segja, að gæta að handtótti og þess aftar. Og það var náttúrulega við hvort snertifleti á borðum, hurðahúnum og þess aftar og einst á vörur sem aðrir hafa snert á. Þannig að það raun og veru ekki kannski skynsamlegt að hvetja fólk til þess að hætta að lesa bækur. Þú ert með næstu líka? Já, það verið að spyrja hvort að fólk sem hefur veikst svona bata geti veikst aftur. Þetta náttúrulega það ný veira að menn vita kannski ekki alveg hvernig þetta haga sér en skyldar veirur þær geta valdið endursýkingum en þær eru þá yfirleitt vægari. En þannig að það kannski ekki hægt að gefa alveg klárt svar við þessu ennþá. Og næstu? Það talað að smittin séu orðin ansi mörg á eyjunni. Það að segja greind smitt og fyrir sig að HSU ráði ekki við verkefnið. Það ekki meiri aðstoð til eyja. Fyrsta lagi þá náttúrulega ekki HS sem stýrir fjölda smitta. Það eru aðrir sem ráði því, það eru því Vestmannaeyingar sem ráði því hversu hratt smittin berast á milli. Og það náttúrulega þá hér líka ástæðilega hvetja fólk til þess að fara þessum leiðbeiningum. Þetta verkefni sem við tökum öll þátt í. Við getum líkt þessu við ABS-bremsur. Við erum öll tannhjólin sem láta bremsurnar virka þannig að það hægja á ferðinni á svellinu. Ég held kannski ekki þetta snúist að HSU ráði ekki verkefni. Ég held einmitt að við höfum verið mjög virk við að greina tilfelli og rekja þau. En það eina sem sýnt sig að virka til að draga úr dreifingu veirunnar. Það að spora greina tilfellin eins fljótt og hægt og raun og veru taka þau úr smittdreifingu. Ég held einmitt að við höfum verið mjög virk í því hér og það líka sé ein ástæðan fyrir því að við séum að greina marga. Það að greina marga þýðir líka það að þú ert að klukka marga út í sóttkví og það hefur þýtt að það hefur fækkað starfsmönnum hérna tímabundið í störf. Það þýðir það að það hvílir meira á öðrum og það er fullt af fólki hér sem hefur staðið sig mjög vel. En enga síður þá ef að þarf þá óskum við eftir aðstoð og eins og ég nefndi áðan þá aðeins að bætast liðstyrkur við núna. Svo fáum við bara skemmtilega hvatningu. Kærar þakkir fyrir ykkar störf í okkar þá og við náttúrulega bara þökkum fyrir það, fyrir hönd aðgerðastjórnar. Og svo ætlaði Páley að taka næstu. Já, það spurt útgöngubann á viðkvæma hópa eins og eldri borgarar og fólk með undirliggjandi sjúkdóma og hvort ekki meigilega fullfrísku fólki að vinna. Sko, við höfum ekki sett á útgöngubann, við höfum ekki talið það vera þörf á því. Hins vegar hafa verið gefnar skýrar leiðbeiningar til viðkvæmu hópana eins og eldri borgara og fólk með sjúkdóma og fólk nánast undantekningarlaust að fara eftir því og ættingjar þess fólks aðstoða það með ýmislegt og margir sem hafa farið lítið út á við meðal fólks, þar að segja í verslanir og slíkt. Þannig að við auðvitað viljum leyfa fólki frekar að taka sér ákvarðanir sjálft og höfum verið með svona leiðbeinandi fyrirmæli eða leiðbeinandi ráðgjöf og við viljum auðvitað fá fólki með okkur í staðan fyrir að vera að setja endalaus boð og bönn og ég held að við þurfum ekkert að setja inn boð og bönn varðandi þetta því að fólk að passa sig og það mikið heima og það mjög gott. Þarna eru hóparnir viðkvæmustu sem við viljum vernda og mér finnst allir vera mjög svona upplýstir það og svona taka höndum saman þá. Varðandi það að leyfa fullfrísku fólki að vinna að sjálfsögðu. Fullfrískt fólk á að vinna og vonandi getur það unnið bara sem lengst og allan tíma.
við náttúrulega erum bara í þannig ástandi að því miður þá höfum við þurft að láta loka ákveðinni þjónustu og starfsemi í kringum hana og okkur þykir það auðvitað mjög leitt en þarna eru bara þjónustu sem er talin bara mikla líkur á smiti og það ræður því. Nú störf sem ekki eru þannig og fólk getur unnið og frískt bara endilega að vinna og halda hjólum atvinnulífsins gangandi. Það skiptir máli fyrir okkur öll. Þá ætla ég að taka inn í ljósi þess að þetta ástand á eftir að vara í minnsta kosti nokkra vikur kemur til greina að halda daglega upplýsingafundi og streyma þeim. Við erum opin fyrir breyttu fyrirkomulagi og fleiri fundum en við höfum náttúrulega ekki tekin ákvörðun neitt ennþá, en þetta er liður í því að koma upplýsingum til bæjarbúa og við erum bara opin fyrir því að halda því áfram einhverjum hætti. Og Hjörtur, með næstu. Já, það verður að spyrja hversu lengi fólk er að ná sér eftir vírusun. Það er náttúrulega mjög misjafnt. Eins og hjá börnum þá eins og þau fá þetta jafnvel bara einkenni í dag eða 2. En svona alla jafna þá þetta svona frá þeim sem veikjast vakt, það kannski eins og vika sem það tekur. En þeir sem veikjast verð, þeir geta verið alveg upp í 4 til 6 vikur að jafna sig. Svo náttúrulega alltaf einhverjir svona sem eru, hvað maður að segja, ekstrím í þessu sambandi, en hérna svona yfirleitt svona mest 4 til 6 vikur. Næsta, Hjörtur. Það er spurt lyf, hvort það séu komið lyf sem að duga til að hægja á framgangi veirunnar. Það er verið að skoða ýmis lyf og lyf sem eru allavega lofandi svona rannsóknarstofu. Menn eru held ég búnir að velta fyrir sér mögulegum lyfjum fyrir þá sem að verða alvarlega veikir. En þetta er svo ný veira að menn vita svo sem ekkert fyrir víst hvort að þau lyf sem hafa verið prófuð, hvort að þau séu mjög virk eða hjálpið einhverju leyti. Þannig að svarið er nú já, það er verið að reyna að nota lyf, það er verið að prófa lyf og það eru komnar ákveðnar vísbendingar að sum lyf geti haft jákvæð áhrif, en þetta er svona eitthvað sem bara menn að skoða á fullu núna. Þú ætla líka að taka úrvinnslukví, Hjörtur, er það ekki? Jú, svo er það nýjendið þarna, úrvinnslukví, það er sko, það er verið að tala sóttkví og það er náttúrulega dálítið svona, fólk hefur pínu verið að nota það svona í útvíkkuðu skyni. Til dæmis ef að vinnustæðir hafa látið fólk sleppa því að koma í vinnu vegna þess að vilja ekki fá þetta inn á vinnustæðin til þess að tryggja óráðinn rekstur. Það er raunverulega ekki sóttkví. Svo erum við líka með einstaklingar sem eru ekki formlega komnir í sóttkví en gætu. Við erum núna lent í til dæmis eins og með skólan að þurfa að taka út ákveðna bekki eða jafnvel árganga og við erum að fá hreint svona hvernig staðan er. Og þá hefur við, þá eru þeir raunverulega ekki komnir í formlega sóttkví. En við setjum alla í úrvinnslukví og þá má líka þessu kannski fjárréttir. Því eru öllu smala saman í 1/12 fénu og síðan er það dregið í dilka og flokkað. Og svo er einhverjum sleppt jafnvel sem er ekki heima þarna í þessu héraði. Eða flutt annað. Þannig að þetta er svona tímabundin sóttkví innan gæsalappa þar sem að er reyna að finna út hverju þurfa að halda áfram í sóttkví. En á meðan viljum við ekki meðan við vitum ekki hverju þurfa þess, þá erum við að reyna að komið veg fyrir að smit haldi áfram. Þess vegna tökum við bara allan hópinn og umferð í stuttan tíma og við erum að fá þetta hreint. Og þú ert vinsæll, Hjörtur, þú ert með næstu líka. Já, hvað er gert mjög margir starfsmenn á heilsugjæslunni og spítalanum þurfa að fara í sóttkví. Við erum búin að svara þessu hérna undan. Já. Þannig að, já, ég reynir bara að halda þessu skútunni gangandi, það er ekki bara. Og Páley? Já, varðandi jarðarfarirnar, já, við reynum auðvitað að tryggja það alls staðar og eigum að gera það okkar vegna. Þetta er náttúrulega bara í okkar þágu og ykkar allra að tryggja samkomubann sem miðað við 10 manns haldi. Og það þýðir það að eins og í kirkjunni, þetta er náttúrulega stórt húsnæði, væntanlega myndum að sjá alveg fyrir sér að það getur verið 10 fremst í kirkjunni niðri og 10 aftast og 10 uppi, jafnvel sitt hvoru megin, skiljiði mig. Það er verið að miða við að fólk sé ekki
með fleiri en 10 saman í svona litlu rými, kannski rými sem bara eins og lítið kaffihús eða gott herbergi eða eitthvað slíkt, sko. Þannig að það þarf svolítið að nota skynsemina í þessu í hvert skipti fyrir sig og það út af því að það gildir alltaf það sama. Leið og fólk farið að vera meðal mjög margra, þá eru fleiri útsettir fyrir smiti ef það einhver sem að smita í hópnum. Og allar þessar aðgerðir okkar, þær miða að því að takmarka útbreiðslu á veirunni. Þannig að þetta í okkar allra þágu og það auðvitað ætlast til þess að allir fylgi því. Og Hjörtur, tekur þessa? Já, það náttúrulega almennt miðað við það að fólk sé með ákveðið ónæmi fyrst á eftir en maður þyrfti væntanlega að meta það í hverju einu tilviki hvort að við sjáum að mann duglegur að spritta sig Já, svo ekki. En já, það sem sagt, það þarf að meta í hverju einu tilviki. Það langt liðið frá síðasta smiti og svo framvegis. Þannig að ég held að get ekki svarað þessu með annaðhvort já eða nei. Páli, vilt þú taka þetta með vini mín í heimsókn og leika? Já, að sjálfsögðu máttu fá vini þína í heimsókn og leika. En þeir með hins vegar ekki vera 10 saman. Þá bara verið að miða við samkomubannið sem gildir og auðvitað þarf náttúrulega alltaf að fylgja því ef einhver í sóttkví, þá á hann auðvitað ekki að umgangast aðra. Þannig að ef vinir þínir eru ekki í sóttkví og eru einkennalausir og hraustir, að þá mega þær koma í heimsókn. Það kannski aðeins að bæta við þetta, að við erum náttúrulega, það sem við erum að gera, við erum að hægja útbreiðslu veirunnar. Við erum með bönd á nautinu og reyna að hægja við þannig að við sleppum því hægt og rólega inn á túnið og til þess að geta gert það þá þurfum við að hægja útbreiðslu smits. Þannig að sem sagt, þetta snýst svolítið um að hólfa fólk af. Ef einhver smitandi, að hann ná ekki að smita mjög stóran hóp. Þannig að það æskilegt að þeir sem eru saman til dæmis eða starfandi bekkur eða í leikskóla eining að þú leikir þá við krakka að þú ert með í bekk eða á kjarnameð eða einingu í leikskólanum. Þannig að við séum að hólfa þetta af þannig að sem sagt, við drögum líkum á einn einstaklingur sem smiti marga. Á hinn bóginn má segja það að og það raun og veru ein spurningin sem kemur á eftir að börn þau virðast veikjast mun sjaldnar heldur en fullorðnir. Þau fá vægari einkenni ef þau veikjast og þannig að það þannig að í raun og veru minni líkur á smiti hjá börnum myndi ég segja en engu að síður þá gildir þessi regla fyrir alla að vera með svona hólfun og að fólk sé ekki í stórum hópum. Þú varst í rauninni búin að svara næstu spurningu varðandi skort á starfsfólki og bakarasveit Hjörtur, þannig að bara spurninga Páley taki með verslunarmiðstöðvarnar hann á næstunni. Við bara tökum þessa út að búa svarinni. Já. Það spurt þarna hvort að verslunarmiðstöðin verði lokað. Nei, að sjálfsögðu ekki. Það náttúrulega lífsnauðsynlega fyrir okkur. Við þurfum öll að kaupa okkur mat. Þannig að þeim verður haldið opnum. Það alveg klárt. Páley, ætlaðir þú ekki að taka þessa? Já, þetta eru spurt út í leiðbeiningarnar varðandi sóttkvína sko. Ef að makinn í sóttkví, hvort að hinn aðilinn, hvort að megi svo í sama rúmi og slíkt. Í leiðbeiningunum inn á landlæknissíðunni covid.is fjallað þetta og það ekki ætlast til þess að makinn sofi í sama rúmi. Best að sofa í öðru herbergi en að minnsta kosti ekki í sama rúmi. Því að þú veist aldrei hvenær viðkomandi fær einkenni, þar að segja hann byrjar að smita áður en að fær einkenni. Þá þú getur ómögulega að vita hvenær það í ferlinu. Þannig að ef þú ert í sóttkví, það þýðir það að þú ert útsettur og þú getur verið að smita. Og þegar þú ert farin að sýna einkenni, þá ertu búin að smita sólarhring áður og þá ertu náttúrulega búin að smita makann ef hann hefur verið í sama rúmi og þú. Þannig að reyna að tryggja alltaf þeir sem í sóttkví, tryggja alltaf þessa 2 metra fjarlægð og varast að vera að nota nákvæmlega sömu hlutina og reyna að tryggja allt hreinlæti og slíkt. Það var Hjörtur, þú ert með næstu. Hjörtur, þú ert mjútaður?
Já, ég var að taka eitt samtal hérna í millitíðinni. Já, það er sem sagt ef einstaklingur í sóttkví rífur sóttkvína þá þeir sem hann umgengst á meðan á rofinu stendur að fara í sóttkví, er spurningin, og hún skild spurningun á undan. En í raun og veru sko tilgangurinn með sóttkví er einmitt að menn geri það ekki. Vegna þess að þeir sem eru í sóttkví geta orðið smitandi og geta verið smitandi þeir eru einkennalausir. Og þar af leiðandi gætu þeir sem viðkomandi umgengst þurft að fara í sóttkví. Og það er náttúrulega enn frekar ef einstaklingur í einangrun, einstaklingur með stafismit, ef hann rífur hana, þá er hann sjálfkrafa að stimpla það út sem hann hefur haft náið samviti við. Vegna þess að þá þurfa þeir að fara í sóttkví. Þannig að það er náttúrulega, þetta er raun og veru, sóttkvíin hefur þann tilgang einmitt að koma í veg fyrir útbreiðslu smits og það er það sem þú ert að auka líkurnar á með því að rjúfa sóttkví eða einangrun. Og aftur þá er spurt verslanirnar þarna. Það er náttúrulega sko, auðvitað var það gríðarleg skerðing fyrir alla ef verslunum er lokað og við búum nú ekki þannig að það er verið að bjóða upp á fulla heimsendingu en þó er búið að bæta mikið úr því eins og Íris kom fram með áðan að það er verið að verði boðið upp á fríar heimsendingar fyrir þá sem þurfa. Þannig að þeir sem hafa engan til að fara í verslun fyrir sig og til þess að til þess að koma vörum til sín, aðföngum, lyfjum með einhverju slíku, það er hægt að fá aðstoð við það eins og búið er að skýra. Varðandi þetta útgöngubann, að þá er það auðvitað gríðarleg skerðing á því sjáu það er næstum 500 manns sem eru í sóttkví heima á sér í dag. Og sko að með ekki fara út úr húsi og labba upp á niður götuna eða taka eitt göngutúr í kringum Malavöllin eða hvað sem fólk vil gera, það er auðvitað gríðarleg skerðing að með ekki fara út og það værum við að tala ef við værum með útgöngubann. Við erum búin nú ekki það þétt að það er pláss fyrir flesta sem er í sóttkví að fara í göngu og gefsa aðeins. Þannig að við teljum ekki þörf á því að setja á útgöngubann eins og staðan er. Ef fólk fylgir þessum fyrirmælum, að hlýðir þessum fyrirmælum sem hefur verið sett með sóttkvinni og fylgir þessum fjöldatakmörkunum, þar að segja þeir sem eru bara heilbrigðir og ekki í sóttkví, að við teljum eða vonum að það muni duga. Og eins og þá teljum við að það dugi. En hins vegar, ef þú ert í einangrun og ert veikur, þá máttu náttúrulega ekki fara út. Þá verður að vera í algjörri einangrun og það er allt önnur, það er allt annar flokkur sko. Svo er síðasta spurningin, það er fyrir einstæða foreldra að annað foreldri ekki búsettur í Eyjum í fullri vinnu og getur ekki unnið vegna lokunar og Sóla, er einhver hjálp í boði? Við þurftum náttúrulega að loka Sóla eins og kom fram í fjölmiðlum vegna þess að það var sóttkvíðar, 27-29 starfsmönnum lenda inn í sóttkví og Sóli opnar vonandi öllu óbreyttu bara á föstudaginn en ég vil bara benda viðkomandi á að setja sig í samband við hana Drífu Gunnarsdóttur sem vinnur á skólaskrifstofunni hjá okkur og við sjáum bara hvort það sé hægt að gera eitthvað. En þá er spurningunum lokað og má bjóða þær að loka svo Páli. Já, bara vona allir hafi haft gagn af þessu og þetta skýrir þá eitthvað hlutina fyrir einhverjum. Og við munum þá halda í opni eins og Íris sagði áðan að gera þetta aftur ef að þessi er óskað og bara hafið það gott. Takk fyrir. Bless. Bless.